Ég heiti Sólveig Hrönn Hilmarsdóttir og útskrifaðist með tvöfalda BA-gráðu í latínu og grísku núna í vor frá HÍ og var að vinna á handritasviði Árnastofnunar í sumar við að skrá latínubrot á Íslandi. Þetta eru sem sagt handritabrot á skinnblöðum og þau eru á latínu og þau eru flest tekin úr bandi bóka af því að þetta eru flest kaþólsk liturgísk brot sem voru notuð í helgimessum og svo framvegis. En svo við siðaskiptin þá urðu þau, kannski gagnslaus eiginlega og glötuðu hlutverki sínu. Og þá voru handritin sem þessi brot koma úr tekin í sundur og skinnblöðin voru oft notuð sem kápur utan annars konar bækur. Annað af þeim brotum sem ég ætla að tala er sem sagt Þ MS 104 sem að Árnastofnun fékk afhent frá Þjóðminjasafninu til varðveislu árið 2011. Og þetta er lítið brot, bara lítið og dökkt skinnbrot sem inniheldur brot úr texta sem heitir Disticha Catonis sem er latneskt málsháttasafn og það var víst vinsælasta kennslubókin í latínu á miðöldum og var bæði notað til að kenna latínu og til að kenna siðgæði, góð siðgæði. Og svo er líka áhugavert að á annarri hliðinni, á spássíunni á brotinu, hefur verið teiknuð lítil fígúra sem að mér fannst alltaf líta út eins og fugl, jafnvel eins og lundi eða eitthvað. En það getur vel verið að það eigi að vera eitthvað annað. En svona þegar maður er farin að sjá eitthvað eitt þá getur verið erfitt að hætta að sjá það. Og hérna er ég svo með annað brot sem er brot úr Ólafstíðum sem eru helgikvæði sem voru sungin á Ólafsmessu fyrir Ólaf helga. Og þetta er mjög dæmigert liturgískt brot. Á því eru rauðir nótnastrengir með nótum fyrir ofan hverja línu og svo er mjög flottur skreyttur upphafsstafur efst á blaðinu sem er mynd af Ólafi helga. Og það sem er sérstaklega áhugavert við þetta brot er að þegar ég var að skráða þá fylgdi með brotinu frétt á norsku frá 1921 þar sem það var fjallað hversu áhugaverður fundur þetta blað hefði verið af því að áður en að þetta blað fannst þá voru laglínurnar við helgikvæði Ólafs helga, þær voru ekki kunnar. Þannig að þetta brot er líka mikilvægt fyrir tónlistarsögu miðalda. Það var mjög gaman að vinna á Árnastofnun í sumar og sérstaklega gaman að finna að maður væri komið með sértæka þekkingu sem nýtist í starfi. Og ég hef mikinn áhuga á latínu og ég er að fara í framhaldsnám í fornfræði í Cambridge í haust með áherslu á latnesk málvísindi og latneskar bókmenntir.